Let's give him a show. Eins og Jim Carrey sagði þessu eftirminnilega í Cable Guy. Þá ætlum við að reyna að gefa ykkur sýningu í dag. Tveir harðir eru mættir í stúdíó FM 957. Klukkan er orðin 4. Það er föstudagurinn 11. október og ég veit ekki með steratröllið en á móti mér en ég er í þvílíkum gír. Ég líka gír. Sætletu Gildi. Sætletu. Hvernig ertu? Ég er mjög góður. Ok. Þetta kallar mig steratröllsand og það strax. Okay, og það strax auðvun. Vítamíntröll. Það er bara kreatíntröllið, það er fint. Já, kreatíntröllið. Ég er mjög góð kreatín þessum dagar. Já. Þú ert alltaf löglegur í liftingunum, ekki? Jó. Það er ekki að spyrja þig. Ég get mýið glas fyrir hvenær sem ég kallar mig. Nei, ég er ferskur. Ég fær í Lyfjapróf 2 svar. Já. Success í bæðaskiptin. Já, hvað, ég óskaði til hamingju með það. Nei, hætti að kalla mig sterahaus. Maður segir nú stundum. Það er bara mjög særandi. Ok, þannig að þegar þú kallar mig poop, meinar þá ég sé kúkur eða? Þegar ég hef kallað, örfáðskiptin ég kallaði poop, já það meinti ég að vera kúkur. Ég hef löngu hættur að kalla þig poop. Já, byrju. Ég er ekki bara að kalla þig poop nú ykkur 2-3 vikur. Já, en 2-3 vikur, við fórum í veðmál sem þú tapar, þú máttur ekki kalla mig poop lengur. Ok, en þú veist ég... En varstu þá að meina ég væri actually kúkur, þó ég kallaði steratröll, þá er ekkert að meina og sett steratröll. Hvað það meina þá? Var ég sé vöðamikill og skemmtilegur? Nei, kannski ekki alveg, en jú, vöðamikill, kannski. Takk, thank you. En þú er aldrei verið betri, segir þú? Ég er bara eins og nýr. Það er líka sko, það er föstudagur, það er 10 stiga hiti, það var snjókom í vikunni, þannig að við fögnum nú bara 10 stiga hita og einhver mikilvægasti landsleikur Íslands bara í sögunni á eftir. Fínt að fá snjó á mánudegi, og fá sér 10 stiga hita á landsleik á föstudegi. Ég veit það, ég vil samt bara ekkert sjá snjó í október, komdu með snjó í desember, JC. Já. Það er ekki alveg nóg. Já, snjórin er þreytur sko. Sérstaklega sko, ég er á sumardekkjum sko. Já. Rennir sléttu. Já, ég var að taka eftir, þú ert á einhverjum Cherokee jeppa. Já. Þeim eru hvað, 400 höð eða eitthvað? 421 höð. Já, þú ert að fara að skipta dekk á bílinn. Ég veit það. Og veistu hvað dekkið kostar? Þú ert að fara að dotta niður í felgu. Veistu hvað dekkið kostar? Dekkið á bílnum? Já, 1 dekk. Já, svona, þetta er svona eitthvað... Nei, ég veit það ekki. 100 áskall. Bara 1 dekk. Og ég þarf 4. Hvaða vitleysingur plata ég að kaupa þennan bíl? Hörru, hvað dekk kostar 100 áskall? Það er sjónabíta ekki henni? Dekk kostar ekki 20 skall að fylla, nú vorst að taka bensín 3 í viku. Hann er 2200 ef ég keir henni sagt og ég get. Hann drekkur bensín í bíl? Ég veit ekki henni. Sko þegar þú kemur að sækja mann bara stundum í göduna heima, það vita allir af því. Já, það heyrist vel sko. Heyrir í vel sko. Hvað varst að kaupa þennan bíl? Það er bara mjög skemmtilegur. Það er gaman að vera 3,9 sekundur í 100. Já, þú getur náttúrulega nýtt það svo vel hérna á Íslandi. Á sumrin. Á sumrinu auðvitað. Ég vissi ekki sko, þegar ég kefti hann, þá var ég ekki að hugsa út í. Ég held að gaurinn sem seldi hennar bíl, þú keftir hann á Selfoss eða ekki? Jú. Já, en það er þetta svona, veist, með fullir ég elska selfissinga, ég bjóða sjálfur, en þetta er rosalegur Selfoss bíl. Ég veit alltaf það. Það kemur ekkert óvart þú að kefta hann. Ég elska Selfoss bíla, ég elska selfisinga. Já, gaurinn sem að seldi hennar bíl er ennþá að deyja á hlátri. Nei. Og öll hans fjölskylda er ennþá að segja bara Hafliði, hvernig fóstu að þessu? Að selja bíl sem er 2300. Já, og dekki kostar 100 á stundir. Fyrir utan það, þá er hann sko einhver rauður Cherokee 400 hestafla jeppi. 421. Já, bara ekki lægi. Málið er, þú ert alltaf ekki bílasérfræðingur sem ég. Þú veist ekki hversu mikil veisla það er að vera á 421 höði sem dreifist jafnt í 4 dekk. Það er þvílík veisla. Þvílík veisla, þú gerir ekki annan að grenja. Hvað mennur þú? Þú ert alltaf töðandi yfir hvað þetta kostar. Nei, ég er með svona dæluleikil sem hendur mig mjög vel. Út af því að þá setjum ég bara dæluleikilinn í dæluna og fyllir kveikitið og Breiðablik fær cash. Út af þetta svona dælu Breiðabliksleikil. Þannig ég er að dæla peningum í Breiðablik meðan ég dæli... Ég veit það, en svo fer þetta heimabóð, þú ert að borga fyrir þetta. Já, það er bara að hafa það. Já, það þarf að hafa það, segir Egill Miður með flottan þáttandekur í dag. Kæru hlustendur, við ætlum að launa ykkur hlustununa með góðri skemmtun. Nei, ég vona það allavega. Það verður þvílík veist í dag. Já, við ætlum að heyri í Gumma Ben hér á eftir, ræða aðeins við hann landsleikinn og svo eru Sturla staðreyndir á sínum stað. Það er önnur trailerakeppni. Við fórum í trailerakeppni daginn og þá var það spennumyndir. Já. Nú er það romantísk gamanmynd. Já, ég pakkaði saman síðast, 5-2. Þú pakkaði með saman síðasta föstudag í söngvakeppninni. Þannig að undanfari ég er búinn að vinna, þú búinn að vinna svo 1-1. Þetta er mjög mikilvæg trailerkeppni í dag. Já, ég get sagt það bara hér og nú, trailerin minn er viðbjóður. Hvernig er þetta að gera trailer fyrir útvarp á romantískri gamanmynd? Þetta er alveg skelfilegt. Arnar Gunnlaugshotnið er á sínum stað. Egill heimtar að vera með stuðlag til þess að koma liðinu í gýrin og leiðinu á landsleikinn. Þetta er stuðlag tengt landsleiknum. Þegar veistu hvað er margir að keyra auðun á leiðinu á leiki þegar við erum rétt fyrir 6 þegar við erum að klára félagarnir. Já, viljum við ekki séu það með stilt á okkur? Jú.
Ég segja það kemur fólk í góðan gýröðun. Ok. Og já, svo bara fasti liðir, þið þekkið þetta, þið eru vonandi ekki að hlusta í fyrsta sinna á föstudegi. Þetta bara svona basic. Við ætlum að byrja þáttinn eins og á töffara sem heitir Justin Timberlake. Hann heldur með Íslandi í dag, eins og við öll. Já, þið eru að hlusta á FM 957, hér á FM, með ykkur í dag, Auðun Blöndal og Egill Einarsson og það verður stuð hjá okkur félagunum í dag. Hvað næsta dagskrá hjá okkur strákunum Auðun? Það slúður. Já, slúður. Þú ert ekki búin að vera með mér hérna í þættinum í 2 ár, ég er ekki hissa og sé ekki búin að ná þessu. Það slúður núna, vissi það alveg? Hvað varst þú að spyrja? Það veit ekki, bara maður sniður mig. Hvaða good shit slúður eru félag við þetta? Segðu mér og sett með annarkvort með Miley Cyrus slúður. Nei. Eða aldrei þessu vant, ég er búin að fjalla hann alla vikuna. Ég get sagt þér smá slúður sem var í gær, það hafi verið að bjóða henni $1 million fyrir að leikstýra klámmynd. Fyrir leikstýrinni? Já. En hvernig annan viltu sjá í slúðurinu? Ég var til að sjá Kardashian. Nei, ég er Kardashian, ég er með smá Kardashian slúður. Ég ætla að byrja á slúðuri sem ég er ekki nú að sáttu við, en nú er verið að tala um að uppáhald sjónvarpssería mín, House of Cards, að það verði bara 2 seríur af þessum þáttum. Það voru tilnefndir til 9 Emmy-verðlauna núna síðast og unnu 3 verðlaun. En nú er verið að tala um það að bæði Kevin Spacey og Robin Wright sem að fara á kostum í þessum þáttum, að þau vilji halda áfram að leika í bíómyndum, þannig að þau hafa ekki tíma fyrir House of Cards, þannig að það geti verið að sería 2 verði svo síðasta af House of Cards. Sendu þeim bara e-mail. Þetta er skelvilegt. Mailaði bara þig. Ég sagði þér að horfa á þetta. Já, fílaði þetta ekki? Jú, mjög gott. En sendu bara e-mail, segðu bara hello, my name is Blondell, I'm here from Iceland and I'm a TV host and a successful radio person here. I am not happy that you're only going to have 2 series. Ég getur þetta hendi mail. Hendi mail? Já, ég hendi mail. Ákveð ekki. Svo er það Kris Jenner, hún er nú Kardashian fjölskyldunni. Já, glæsilegt. Mikið búið að fjalla um þessa fjölskyldu og þetta er frábær fjölskylda. Já, ég veit ekki. Living with the Kardashians er eitthvað besta sjónvarpssería sem ég séð. Akkurat. Fyrir utan House of Cards og Breaking Bad. Einmitt. En Bruce Jenner og Kris Jenner, þau eru að skilja eins og margótt komið fram í þessum þætti. Sem er hræðilegt. Eftir 22 ára. Það er öllum drullu sama maður. Já, ekki mér. En hún er núna hrifin af öðrum manni, en það er hinn 31 árs gamli Ben Flajnik sem var í Bachelor þáttunum einu sinni. Ben Flajnik, ég er búinn að horfa á alla Bachelor þetta svona 100 sinnum. Og hún Kris Jenner sem er 57 ára, hún er víst hrifin af þessum strák sem er 26 árum yngri, hann er 2 árum yngri en ég. Það er bara eins og ég var að byrja með Kris Jenner. Já, hörðu, hann er svo myndalegur þessi, Ben. Hvað settur honum í Bachelor? Hann er svona þykkt, krullað, dökkt hár, ég aldrei sé ég mikið hári á einum gæja, sko. Hvað, er það sem gerir hann myndalegur? Nei, hann er með, það nær nýr á axli, sko. Það er svona liðað og þykkt og flott. Og hvað það? Nei, bara, horfðu aldrei á Bachelor, eða? Nei. Vílík veistla, það er sjónvarpsefnið. Ég er ekki hissa að, þú sést nú ekki stundum skarpast að... Hvað er að þér? Okkur það er niðurlega alla sem hafa gaman að Bachelor. Nei, en þú elskar Keeping Up with the Kardashians og elskar Bachelor, þú horfir á svona fróðuþætti. En veistu hvað er gaman þegar það er ykkur Bachelor, það er ykkur gæi, eða segjum bara kona, ok. Það er eiginlega skemmtilega þegar það er kona er Bachelor, því að gæjarnir, já, Bachelorette, og það er skemmtilega, gæjarnir eru allir að reyna að leggja sig fram að make first impression og flestir endaði verðslega kjánalegir þegar við ákveða að vera með eitthvað búin að hugsa alltaf ofurhugsa þetta bara hvað á ég að gera, þetta er bara one shot, ég heilsi henni fyrir utan húsið, sér labba ég inn, ég er einn af 30 gæjum, hvernig hún á möðun eftir mig þá labbar inn í húsið. Þvílík veistla, Blondell. Ef þú ert ekki búin að horfa á Bachelor eða Bachelorette, þá ætla að fara að downloada þessu í kvöld. Ekki niðurhálustan, það er bannað, kauft þetta. Já, ég nenni ekki að fara á þetta. En það var nú Bachelor í Íslandi, það hefur aldrei verið gerð önnur sería en Íslandi. Möndur þú taka þátt þegar þú var að lausu í Bachelor? Sá Bachelor skate. Já. Það er líka... Það er ekki hægt að gera svona þætt á Íslandi. Jú, það er ekki mál. Það er minnst að máli heimiðun. Fáðu bara eitthvað sexy gæja sem er ekki smiður. Ef hann er smiður, sem er pappi smiður. Það er fullt af sexy smiður. Já, ég veit það. Vertu Ásgeir Kolbeinsson með tómistokk. Hæ? Út af því að þú veist, gæinn sem var Bachelor, hann var dröglega mikill meistari. En það vantaði smá... Já, hann var mjög fín. Það vantaði smá... Þú veist, það vantaði smá kolbar í hann. Eða Vignir Andersen, hvað er gert ef hann hefði verið á lausu og verið þarna? Guð minn almáttur. Eða Pretty Boy, snýr kúlunum í lottónu.
Já, fá einhvern annan basilor. Svo það hérna í lokin, Jonas bræður eru hætti við tónleikaferðalag sitt. Þetta er nakk rífust á æfingu daginn. Þeir eru ekki sammála tónlistarstefnuna í hljómsveitinni og eru því búin að fresta 16 tónleikum. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, en það er öllu saman Jonas bræður. Já, ég veist það. Aldrei aftur kom með slúður Jonas bræður. Það er bara svo fyndið, þeir voru svo fullkomni fyrir 5 ári síðan, ætluðu að bíða með sveindóminn þar til að myndu gifta sig og eitthvað, svo núna er bara allt í abaskít hjá þeim. Hættir að túra út af rifrildum og allt í rugli, það er bara... Verður komnir í kókaðinu og heroinu og allt rugliða? Nei, ég segi það nú ekki, en bara... Það er sem gerist, þú ferði í tónlistabassan, all-in. Þú myndi aldrei handla tónlistabassan. Það var gott varðið. Já, ok, varst þú sem sagt bara að negla nálum í handleggina þegar þú varst að fara á Blönduós að spila á lyklaborðið að þykjast, eða? Dreftum við ekki, maður. Fáum auglýsingar og höldum svo áfram. FM 957 kynnir í samstarfi við Senu og geimstöðina Kringlunni. Íslandsmótið í FIFA 14. Mótið verður haldið á Spot í Kópavogi. Keppnisfyrirkomulag verður 2 á 2 og fara allar viðureignir fram á risaskjám. Riðlakeppnir fara fram mánudagskvöldin 14. og 21. október og úrslitakeppnin viku síðar, þann 28. október. Tryggðu þér strax þátttökurétt á Íslandsmótið í FIFA 14 á miði.is. Skráningu lýkur á miðnætti sunnudaginn 13. október. Þátttökugjaldið er 5.000 krónur á lið og eru eftirfarandi vinningar fyrir 3 efstu sætin. Sigurliðið fær 2 iPhone 5C snjallsíma frá e-símanum Skipholti og 100.000 krónur í beinhörðum peningum. Annað sætið gefur peningaverðlaun ásamt frábærum vinningum frá Senu og geimstöðinni. Þriðja sætið gefur frábæra vinninga frá Senu og geimstöðinni. Íslandsmótið í FIFA 14 á Spot. Í samvinnu við Senu og geimstöðina Kringlunni. Carlsberg kynnir magnaða opnunartónleika á Hendrix við Gullinbrú. Ultra mega teknobandi Stefán og Haffi Haff tróða upp á samt DJ Sigga Ultra. Mættu klukkan 11 því sjóarinn Haffi Haff og þokkafullu stúlkubrans gefa þér ískalt fishermannsfrend og Carlsberg fyrir klukkan 1. Nánar á facebook.com/hendrix.is. Vilt þú fara á landsleik Noregs og Íslands í undankeppni HM í boði Betsson? Eina sem þú ert að gera er að fara inn á Facebook síðu Betsson Ísland og læka síðuna. Þá ertu komin í pottinn og getur henni pakkað þetta til Óslóar í boði Betsson. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá e-símanum og peningaverðlaun. Skráning á miði.is. Á bensínstöðum Shell færðu núna fulla þjónustu en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Gerum tilboð fyrir hópa og afmælisveislur. Players, Búðarkór Kópavogi. Nánari upplýsingar á players@players.is. Nýjar úlpur á frábæru verði í Jack & Jones. Þú finnur réttu úlpuna hjá okkur. Jack & Jones, Smáralind og Kringlunni. Á Subway.is finnur þú næringargildi allra rétta okkar á matseðli. Þinn bátur, þín heilsa. Subway, eins og þú vilt hafa. Miley Cyrus eða Hannah Montana. Send okkur SMS í 1909 eða farðu inn á 1909.is og við leggjum strax inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Hvernig það með hennar risapott? Endalaust pláss í honum? Það eru 170 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2, við tippum. Ertu búin að heyra? Það er að koma. Alterna. Vetrarvika TRI. 20% afsláttur af Nike, Brooks, Kraft og Suit. Gef mig 5, 5-faldur lottobóttur stefnir í 45 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Þann 9. október 1986 fór Stöð 2 í loftið. Nú fögnum við 27 ára afmæli. Valitor býður því Íslendingum upp á 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar í opinni dagskrá, miðvikudag, fimmtudag og föstudag. Vönduð og vegleg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Stöð 2, margfalt skemmtilegri í 27 ár. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka.
Síminn. Vert í sterkara sambandi. FM. Já, þeir að hlusta hér á FM 957 og það eru tveir harðir með ykkur þennan FM 95.7 blöð. Já, þennan föstu daginn og það eru allir að ræða landsleikinn. Eitt sinna öðun, það kom á einskot, bara má einskot á í landsleikspjalli. Ég hitti í gær dreng sem ekki frá Íslandi og hann spurði, can you guys, you and Blondell, maybe talk only in English because love your show. Hann ætti nú að skilja hálfan þáttinn því að þú talar alltaf ensku. Hann skilja hálfan þáttinn, sko. Þegar þú talar ensku. En líka málega, þá eru líka það sem við erum að gera, ef við tölum á ensku, þá eru líka að educata alla krakkar úti sem eiga að læra ensku. Við hlusta okkur vel alveg. Nei, við erum á Íslandi og við tölum íslensku en það er landsleikur og það verður ekki farið fram hjá neinum. Við vitum ekki alveg mikið fótbolta og King Gummi Ben. Nei, og við erum að spája að hringja í þennan meistara sem einmitt að fara að lýsa leiknum á Bylgjunni í dag og ég bara tjekka á honum hérna. Já. Er það Gummi Ben? Það er hann. Komdu sæll og blessaður, þú ert hér í beinni útsendingu hjá tveim hörðum á FM 957. Æðislegt. Jó. Það er heiður. Það er mikill heiður. Hvernig leggst leikurinn í því kvöld Gummi Ben? Hann leggst mjög vel í mig. Hvort viltur að kalla þér Gummi Ben? Hvort viltur að kalla þér Gummi Ben eða Gummi Bear? Mér eiginlega alveg sama. Það er alveg hinskilinn. Ok. Skýt sama. Það er engum máli. Þið tala ekki það oft við mig, þannig að þetta truflar mig. Ok. Hvernig leggst hann í því, segirðu? Hann leggst vel í mig. Þetta verður samt held ég flókið, aðeins. Já. Hvað er neikvæðin? En við vinnum þetta lokum, sko. Eru við með betra lið en þeirra? Við erum með betra liðið þeirra, já. Það er alveg klárt mál. Það er 100%, ok. Ég meina, þekkir maður einhvern leikmann í þessu liði, eða? Nei, ég get lofað því að þú þekkir ekki neitt. Nei, ok. Þannig að ég er náttúrulega að vera að kynna mér þetta lið og þeir eru með, ég held að séu 3, frekar en 4 sem að spila utan Kýpurs. Já. Spilaði í 4. deildinni í Rúmeníu. Já, ok, þá eigum við ekki að valda yfir þetta. Það var í tekin inn í hópinn. Þetta er svona gæi sem að spila bara í neðri deildum. Já, ok. Og hann er þetta búin að gera góða hluti, skilsmes, í Rúmeníu, í næstu deildum. Já. Síðan held ég að sé það er einn í Sviss og hvort það sé annar í Greiklandi, en þá var það bara upptalið. Þannig að við eigum að rúlla yfir þetta lið. Já, við rúllum örugglega ekki yfir ásamt, sko, en við vinnum þá. Eina sem skiptir máli. Ok. Hvernig er byrjunarliðið, Gummi? Getur sagt okkur að þú lítur að vita það? Ég geti sagt okkur það, já. Þar verður Hannes í markinu. Já. Birkir hægri bakur, Ari vinstri, Raggi og hann Kári Árna, Gylfi og Aron inn á miðunni. Ég myndi segja að Jói væri úti hægra megin, Birkir vinstra megin, Eiður Smári og síðan Kolbeinn. Ok, hvort myndir þú frekar vilja sjá Eiður Smára þarna eða Alfreð Finnboga, Gummi? Ég veit ekki. Ef að þú værið þjálfari? Ef ég væri þjálfari, þá myndi ég líklega að byrja með Alfreð því að hann er að spila alla leiki og hann myndi ég eiga Smáran inni. En ég hugsa að það sé best að leyfa Lassarum að sjá þetta. Ég treyst honum eiginlega 100% fyrir þessu. Hann virðist eitthvað að vita hvað hann er að gera. Já. Þannig að ætlar að spá einhverjum tölu. Þú ert að lýsa leiknum eftir það ekki á Bylgjunni? 9-8-9 á rétti Bylgjuveng. Það er bara þannig. Og en hvernig að verða viðtöluðin á íslensku? Nei, verða reyndar á flæmsku. Þannig að það er eitrennandi. Kanntu sænsku? Ég kann flæmsku, já. Ok. Hvernig fannst þið þegar að King Dolly hendi sænskuna bara og rúlaði upp? Leiðir eins og þú væri less of a man, þú sást það? Nei, ekki þannig, en ég var ánægður fyrir hans hönd að ég sá að honum leið vel. Ef að honum líður vel, þá líður mér vel. Já, þú ert svolítið þannig týpa, Gummi, þið líður vel þegar öðrum líður vel. Já, ég get samglast. En þess að það rígur ekki milli að þú ert í Smáralindri og mætir Dolla, það er alveg sko, það er rígurinn að milli eitthvað tveggja það ekki? Það sjálfsögðu, bara þá tekum maður rúlustu að niður, það vil ekki vera sömu hæð, þannig að maður drífur sig niður það í Smáralindri. En hvað ertu með einhverja tölur handa okkur eftir, hvernig spáður þessum? Ég ætla að fara í 2-0. 2-0, já. Og seinnamarki kemur á svona 8.800. Já, svona klárum í restina. Þeir verða sko í stöðunni 1-0.
þá fá þeir 2-3 góð færi og það verður mikið stress í Laugardalnum. Það er svoleiðis. Það er einhver tilfinning fyrir því. Já, klukkan hvað byrjar útsendingin? Það er samt ógeðslega mikið fyrir bara 7-0 og málið dögt. Já, það væri þægilegra. Það væri einhvern veginn þægilegra fyrir svona þessi hjörtu. Klukkan hvað byrjar útsendingin að þér? Það er 18:40. 18:40. Þessi að Valtarinn ætla að vera bara á tökkunum og upp í 10 mínútur. King Walt? Wow. Og skipti síðan í Laugardal á mig klukkan 18:40 eða 5 mínútur fyrir kick-off. Valtarinn og GBN saman as a team. Wow. Vá, það er eiginlega bara 2 harðir. Já. Ég verð að gefa ykkur, þetta er eitthvað besta kombo fyrir utan okkur Egil hérna í útvarpi sem ég heist. Já, ég get alveg tekið undir þetta, ég veist. En hérna við ætlum, að því vorum að spyrja það nú til Gummy Ben eða Gummy Bear bara svona í lokin. Já. Ertu einhvern veginn að kalla þér Gummy Ben? Það er bara heima, já. Herðu, gangið vel með útsendingur eftir. Ok, bye. Já, hann er kallaður Gummy Ben heima hjá sér. Þetta var Guðmundur Benediktsson og hann er einmitt að lýsa á eftir á bylginni. Alltaf gaman að heyri Gumma og hann spáði 2-0. Já, núna gæti ég engar ágjörðusleik. Ef GBN segir að sigur, þá er það sigur 100%. Það veit allt um þetta. Það veit allt um þetta. Það er þægilegt að ræða hann íþróttir. Hann hefur vitað hann. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margilla? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Y'all so hot, motherfuckers wanna find me. Frá því að komið leið á þessu lagi. Þetta eru Jay-Z og Kanye West hér með Paris. Hef ekki spilað þetta lag lengi og það var alveg komið tíma á þetta. Við erum í föstudagsgýr, það er landsleikur í kvöld og allt að gerast. Þá setjum við svona lag á. Allt að gerast. Ef ég er að skemmtist að þetta lag kemur, ennþá þann dag í dag, ég verða að dilla mér einhvern veginn. Hvernig dillir þau þér? Ég veit ekki. Og rassinn til hliðar? Já, byrja að setja henduna svona og eitthvað. Andadansinn? Þetta er ekki andadansinn. Það var svona, það er svona pínu Drogba-fagn og eitthvað. Getum við að fara yfir your moves, þetta ekki bara í Blondell? Nei, ég ætla ekki að fara að ræða með moves við þig því að þú kannt ekki að dansa. Getum við að fara yfir þetta félagarnir, þetta ekki verið. Þú kannt ekki að dansa. Undir einum corona kannski. Já, meit corona myndur nú ekki drepa okkur. En það styttist hér í trailerakeppni hjá okkur, Agli, og það er romantíska gamanmyndir í dag í trailunum. Ég veit ekki með þinn eða. Það væri ógæstlegur. Já, málið er, ég ætla bara að reyna að vinna þetta, skilur. Ég vann síðast þetta trailerkeppni og ég Þú tapaði síðustu keppni okkar. Já, söngvakeppni. En það er 1-0 fyrir mér í trailerkeppninni. Ef það verður 2-0 og ef við tökum aðra trailerkeppni sem eftir það og þú tapar aftur, kannski ef við tökum grín þá, búum með aksjón, núna tökum við romantík, sem tökum við grín trailer og þú tapar öllu þrem og það er eitthvað mesta niðurlag sem ég veit að bara í íslensku útvarpi. Arnar Gunnlaugsson er líka hér á eftir og stjórnlega staðreyndir og fleira. En, veistu hvað ég var að rekast á hérna heil? Luke Perry, veist hvað það er? Það veit ég hvað það er, bílíkumeistari. Já, King Dylan úr Beverly Hills 90210. Dylan. Hann hérna á afmæli í dag. Nei. Jú, og hann er 47 ára. Hann er 47 ára? Já, sem að væri nú ekki frásöfændi, nema ég sko fór að hugsa, ef hann er 47 ára í dag, þegar ég var 13 ára, fyrir 20 árum síðan, ég skammast mín ekkert fyrir það. Þá var ég heima hjá mér að horfa á Beverly Hills 90210 og öll miðvikudagskvöld. Það er ekkert betra að gera, varstu sögur og ég skildi fullkomna. Og var að huge fan. Það var alltaf miðvikudum á Stöð 2. Já. Já, klukkan 20 minútur yfir 9. Það tekja fyrir mér hvað klukkan var, ekki samt? Það er, herðu, þegar ég er 13 ára, þá var hann 27 ára. Já. Já, hann var að leika gaur í gagnfræðaskóla. Já, hann er svo óglegur. Hann hefur verið 27 ára að leika strák sem var 18 ára. Já. Hann var að leika 9 árum yngri. Hann er rúlað bara Luke Perry. Hann var ekki gaggi, þetta var Fjölbraut sem hann var að leika í. Manstu eftir. Já, þú horfður, varstu bara, mistu ekki á þætti? Að Beverly Hills? Já. Nei. Það er, þú veist, ég skammast mér ekkert fyrir það. Fylgdust líka með Melrose Place, eða? Já, en ég var samt meiri Beverly Hills 90210 fan, sko. Melrose Place var svo fljótt einhvað mikið kjafta. Var Luke Perry þinn maður, hann að? Dylan? Já, Dylan. Það varstu svo mikil Steve maður, eða? Steve? Hann var svolítið Steve, hann var svona flippar. Já, náttúrulega, hann átti svo ríka foreldra eitthvað. En Brandon? Nei, ég var ekki Brandon Walsh maður. Ég var Dylan maður.
Já, svoleiðis. Já, ég fílaði svona, hann var alltaf eitthvað vesinn á honum og... Hann talaði eitthvað, yeah, we're trying to go to school and... Yeah, hann kvíslaði allt. Hann komst ekki í skólan í dag, hann var heima fullur. Nettur svona Liam Neeson í honum. Já, hann var að berjast við áfengi. En þetta svona, ég er bara áttam að því núna, Auðun. Þetta einn af þínum svona topp 3, þetta hetjónu þínum í þínu lífi, Luke Perry. Hvað ert eitthvað geðsjúk? Hörðu, þú... eitt atriði sem svona mótaði þitt líf, Auðun. Þó ég hef hort á Beverly Hills Nanotune, þá var ekkert að móta mitt líf. Það sem mótaði þig þegar þú gekkst labbaðir hérna yfir hálfan Sauðárkrók, nakinn, og bankaður upp á hérna vinkonunni. Ég var ekki nakinn eiginlega, og það er aldrei hægt að segja hann sögur. Ná, þú labbaðir yfir Sauðárkrók, yfir hálfan Sauðárkrók, bankaður og allar í sleik við hann, mannstu. Út af því að Luke Perry gerði það í Beverly Hills. Já. Ef að Brandon Walsh hefði gert það, hefur þá verið herm eftir honum? Nei. En svo ég sagði þér, það var sann svo óþægilegt, eftir hann kist hana, var bara komið stafinnir, þátturinn var búinn. Ég fekk ekkert að vita hvað hann gerði eftir það, hann þurfti að snúa við og sjá hvað gerist til næsta. Við ætlum að fá hérna auglýsingar, svo það styrlaða staðarindir. FM 957 og Stöð 3 bjóða þér notalegri kvöldstundir í sófanum heima í vetur. Komdu inn á heimasíðu FM, fm957.is og taktu þátt í laufléttum leik þar sem velunin eru ekki að verri endan. Áskrift að Stöð 3, Krakkastöðinni og tónlist.is út árið 2013. Pizzuveisla fyrir alla fjölskylduna frá Dominos og kassi af Coca-Cola. Í október drögum út nokkra heppna sem næla sér í þennan glæsilega pakka. Eigðu notalegri kvöldstundur í vetur með FM 957 og Stöð 3. Ísland kýpur í beinni og 5 Carlsberg í fötu á 1500 kall. Players, Búðakór Kópavogi. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Oktoberfest í skemmtigarðinum Smáralind föstudagskvöld. Lasertagmót, 6 í liði. Skemmtigarðurinn, Smáralind og Pepsi. Vetrarvika TRI. 20% afsláttur af öllum reiðhjólum. Krakkastöðin fylgir með áskrift að Stöð 3. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smeltu þér inn á stöð3.is og þú færð fyrsta mánuðin frítt með. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá eSímanum og peningavelun. Skráning á miði.is. Arnold Schwarzenegger, listen to me, these are my tortillas. Live Nation og skapandi viðburður kynna Live and Kickin með Pablo Francisco í Hörpu 24. október. Take that, you nincompoop! Tryggðu þér miða á miði.is. Carlsberg kynir magnaða opnunatónleika á Hendrix við Gullinbrú. Ultra mega teknobandi Stefán og Haffi Haff tróða upp á samt DJ Sigga Ultra. Mættu klukkan 11 því sjóarinn Haffi Haff og þokkafullu stúlkuður hans gefa þér ískalt fishermannsfrend og Carlsberg fyrir klukkan 1. Nánar á facebook.com/hendrix.is. FM 95 blöð á FM 957. Tveir harðir í FM 95 blöð. Með lagið Talking, þeirra flottasta lag í langa tíma. Flott hljómsveit hér á ferð, styttist í trailerakeppni og Arnar Gunnlaugs hotnið, en það er hins vegar komið að sturluðum staðrendum hér í FM 95 blöð. Hvernig líst þér á það, Egil Einarson? Mér líst mjög vel á það. Nei, ekki. Ég er mjög spenntur. Þú ert eitthvað aðdáandi þeirra, ekki? Jó, ég er mjög mikil aðdáandi. Gott að heyra. En já, ég er með 10 sturlaða staðrendir þennan föstudaginn og þær eru góðar í dag, eins og alltaf, vonandi. Ég allavega vilaðir og nú byrjum við. Tilbúinn? Ég er klár. Það er betra að segja, ég trú ekki að ég hefði gert þetta, heldur en ég vildi ég hefði gert þetta. Sturlu staðrend. Ok. Þannig að þú veist, basically, aldrei sjá eftir neinu. Nei. Frekar að gera eitthvað sem að þú veist, frekar að skýta á það heldur en að þú ekki hafa gert það. Já, þetta er góða punktur. Já. 155.000 manns degi á hverjum degi. Wow. Er það ekki svolítið mikið, maður? Það er hálft Ísland, maður. Hverjum degi? Goddammit. Já. 155.000 á dag. Það er rosalegt. Já. Það er stundið staðrend. Þannig að það er að gera. Hvað sem ekki fæðast á dag? Veistu með það á mótið það? Nei, ég hef sagt það einhvern veginn í stjórnlegum staðrendum, en það er alveg slettið sem fæðast á hverjum degi, sko. Kanski 155.000 eða? Fleiri? 300.000?
Ég veit það ekki, Ok, manna ekki. nei, áfram. Sorry hér, konur geta ekki snert naflan á sér með báðum olbúum í einu, en flesti kallmenn geta það. Getur þú tekið svona báða... Snert? Sérðu, olbúanir á mér hérna núna, sérðu, nú... Þú að snerta naflan á mér, getur þú þetta? Mjög aðstæðlega stellingsvoti. Já, ég veit það, en... Nei, ég er óvöðum mikil, það er ekki sensuminn á þessu. Ég er með svo massive brjóstúða, þetta er ekki fræðilegur. Þetta er svo massive brjóstúða? Því miður. Ég er með massive brjóstúða, ég nægir þetta, ekki fræðilegur. Settu, já, farðu með olbúana neðar. Þetta er ekki lagi með þig, ég nægir þetta. Nei, settu þá inn. Ég get ekki ítt lengur inn, stoppar á brjóstúðanum. Kemst ekki lengra þetta? Nei, ég lofa, ég kemst ekki lengra. Það eru glástaðan fyrir að konur getið ekki, það eru út af brjóstunum. Það er 100% út af því. Ég er með massive brjóstblöð, sko. Það hætti að segja massive brjóst alltaf. Ég er með massive brjóst, þetta er 165 bekk fyrir hátti. Vá, hvað er það að gera, tollera þig? Það verður fínt. En það eru kannski, ef þau eru einhverja konur að keyra eða heima núna að gera prófa, að tjekka hvort að það geti, þær ekki geta þetta. Prófa þetta næst, blöð, og getur þetta núna, þú ert komið með það massive chest. Já, Jesús. Svo er það hér, Mona Lisa er ekki með augabrúnir á málverkinu því að það var í tísku á þeim tíma hjá konum að raka þær af. Það er svoleiðis. Ég ætla að vona svo tíska þetta aldrei eftir hinn. Að raka það af? Já, spækuði ég myndi að raka mér augabrúninar. Það eru svo dökkar og þykkar, ég er bara eins og pátar. Málið er, þetta er bara lélega afsökun. Nú. Leonardo da Vinci skate, hann glemdi bara að setja augabrúnar á hann, sko. Síðan eitthvað eftir okkar afsökun, sko, þetta var í tísku. Á þessu tíma verður ekki með augabrúnar. Einmitt. Hvernig er það í tísku? Læti bara eins og hann að sagt þetta í einhverju nýluðu viðtali. Da Vinci skate. Það er bara, þú getur kvótað á því. Nei, ég held að þetta hafi verið í tísku. Og Da Vinci, ef þú ert að hlusta, skeist. Þú kyngir 600 sinnum á dag. 600 sinnum á dag? Já. Svo eru kannski nokkru... Hvernig þetta telja þetta? Svo eru kannski nokkru að núti sem kyngja 601 sinni. Já. Það er kannski annar mál. En nei, það er svona það bil 600 sinnum á dag. En svo núna, þú varst að kyngja á hann, þú kyngir munnvatnir reglulega líka. Mjög góð punktur. En ekki það, ég er ekki að fara að telja. Þetta er stöðustaðarind. Já, 600 sinnum á dag, hvorki meira enn minna. Vá. Já. Svo er það næsta. 90% fólks verður æstara þegar það er beðið að slaka á. Ég kannast svolítið við þetta. Já, ef þú ert brjálaður, slakað á. Slakað á. Já, bara, það er alveg saman hvernig það sagt við, bara slakað á. En hvað áttu að segja betur, frekar? Kemur það fram í þessu setningu? Nei, það er ekki til neitt svo sem... Það kemur ekki lausn, frábært. Þannig að fólk er að hugsa, ok, ég hef ekki að segja slakað á, en blöð kom ekki með það lausn, þannig að... Hvað er það að segja? Já, segðu frekar bara, erum við ekki góðir, eitthvað svona. Já, eitthvað orðað, eitthvað, já. Er ekki allir ferskir? Já, ekki verið að segja það að róa sig. Já. En ég man einu sem þegar við vorum í, sko, þetta eru, þetta sé ekki svona 8 ár síðan. Hann var ég einu svona og fyrirhandi og fólk upp í bústað að spila. Og hún hafði svo gríðarlega ráðugjur að því hvað ég var í tapsár í spilum. Já, mjög tapsár. Já, hann samt ekkert þannig. Jó, þú ert fárveikur, þú veit bara svona, þú ert bara fárveikur. Nei, það er ok, tekið tapsár. Jú, ég er alveg tapsár, en ef ég er að fara upp í bústað með fólki sem ég þekki ekki, verður núna alveg hreinskilin, þú myndir ekki sjá mig fara að snappa þar á eitthvað lið, bara, þú veist, ég verið að spila með vinum fyrirhandi kjærst. Ég er ekki að tala um að snappa, þú bara, þú tapar og ferðu í... Já, ok, en til að gera langarsögustu þetta, það voru að spila Actionary og það voru 4 lið og svo var eitt sem að það var búið að fara yfir reglurnar og þú máttir ekki, sem sagt, segja orðin sem var búið að segja. Og gaurinn, kærast hann að sér að leika og hún segir orð sem var búið að segja í Actionary. Sem var bannað. Já. Og svo þau bara, já, náðu því. Og eina sem ég sagði, við vorum ekki einu svona tapa, ég og Lilja, sko. Og eina sem ég segi var bara, herðu, en hún sagði orðið, sem að, ég var alveg pottslagur, sko. Bara, hún sagði orðið sem að, hann var búinn að segja, við vorum bara að tala um að það mætti ekki lengur. Þá kom bara, slakað á. Frá fyrir hann, ég er bara svona, slakað á þetta. Já, hvað, ég er pottslagur hérna. Ég er bara að segja, nei, slakað á. Og það varð allt bara svona ótrúlega og hún sagði mér svona 5 sinnum að 6 sinnum að slaka á, þannig ég endaði að verða að bila. Þannig að það er svolítið til í þessu, sko. Svo kemur ég, Harry Styles úr One Direction fættist með 4 geirvörtur. Dammit. Hvað voru það? Voru hliðir okkur annar eða kemur fram hvað það voru? Það var ekki mynd af þessu, sko. En ég veit ekki hvað það voru. Hann bara með 2 í dag, þannig við látið taka 2. Svo er það næsta, það var kona, já, þetta eru 2 æðislega sturlaða staðreyndir Winston Churchill. Hann kunni alveg að svara fyrir sig. Það var kona sem sagði við Winston Churchill í veislu að hann var búinn að vera eitthvað dónalegur og sagði, ef ég væri konaðinn, þá myndi ég eitra drykkiðinn
Winston Churchill svaraði tilbaka, já, ef þú væri konan mín, þá myndi ég drekka hann. Það þetta álveru KO, maður. Já, svo var ég annari veislu og þá var einhver kona, hann greinlega farið í töðunar á konum, hann Winston Churchill, að þá var önnur kona, ég var að lesa þetta sem sagt, það voru 2 stjórnlega staðnættir hérna með hún, og þá var einhver kona sem að öskra á hann var búinn að vera með einhver læti, hann Winston Churchill í einhverju veislu, og öskra á hann, herðu, þú ert fullur þarna, vitlýsingur þinn. Þá sagði hann, já, ég er fullur, en þú ert ljót, ég verði edrú á morgun. Já, hann var að henda KO allt. Já, hann var allur í því. Það eru 2 eftir, já, þetta hérna nú eitthvað fyrir Egill. Þú spáir mikið í dýrum og svona. Ég elskar dýr. Já, þú elskar þetta ekki kóngulær. Nei, ég hata kóngulær. En ég er kannski búinn að finna kónguló sem þú geti fílað. Okay. Það er kónguló í Brasilíu sem hefur sömu áhrif á Viagra ef hún býtur þig. Og endist bónurinn í 8 til 9 tíma. Spáðu því. Þetta er kónguló, ef hún býtur þig, á bara þetta félaginn í stöði í 8 til 9 tíma. 8 til 9 tíma er full mikið. Mín persónulega skoðun. Ef það geta heyri þessar kónguló og segja, hörðu, kerðu þið niður í svona 1-2 tíma. Það er enginn að standa í svo 8-9 tíma rugli. Þetta er líka svo ömuleg afsökun. Þú kemur bara, hvað voðalegu stöð ert þú í? Já, að beita einhver kónguló með hann. Hver er að kaupa það? Já, bara kónguló að labba þarna og beit mig. En hefur heyrt þessu kónguló því að þú veist mikið dýr? Nei. En hvað er hún bara í Brasilíu? Já. Já, sko ég... Fínt ef maður kikið þangað að HM að vera bitinn. Nei, maður vil aldrei vera bitinn á kónguló. Nei, ég ætla líka sko, ég ætla að fara yfir með, ég er með þessar áhyggjur á einu, ég ætla að fara þess með og eftir. Ég sé fyrir... Það er áhyggjur af... Já, það er einn kónguló. Já, ok. Að fara að detta inn á klagan næsta árum. Ég ætla að fara að opna það með eitthvað annað vesen. Nei, það er kónguló að fara að detta inn á klagan næsta árum hérna. Ég ætla að fara yfir þetta með þér, ég ætla bara að vara íslensku þjóðina við. Ok. Svo er það síðasta sturlaða staðurinn dagsins. Það var barn tekið af pappa sínum í Bandaríkjunum. Hann var svona einstæður faðir. Og krakkinn var tekinn af pappanum, en hann fekk hann reyndar aftur. En hann var tekinn á hann því að hann kendi stráknu sínu bara Klingon tungumálið fyrstu 4 ár. og Klingon er sem sagt talað í Star Trek. Þannig að það er að læra Klingon, sko. Já. Og hann var að kenna krakkan sínum. Hann var ekki, sko, krakkinn talaði ekki ensku, bjóð í Bandaríkjunum, hann talaði bara Klingon. Sem er Star Trek tungumál. Hversu mikill nörd er hægt að vera, maður? Já, þú veist, hvaða lúði ákvað að búa til tungumálið, Klingon, sko? Já, þetta er ómikið. Ég geti trúið að ef einhver félagi myndu læra Klingon, sko, þá var það Sverrir Bergman. Já, sveið með það. Ég held samt að hann fíla ekkert Star Trek. Þetta voru sturlaða staðreyndir, varstu ekki ánægð með þær? Það voru mjög góð þetta. Já, það voru náttúrulega fínar þetta. Sveið með það, hvað var best hérna? Já, King er 600 sinum það. Þú kingir eitthvað ekki? Jú, stundum. Þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hver skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Mystery og Sena kynna Málmhaus. Ný íslensk kvikmynd eftir Ragnar Bragason með Þorbjörgu Helgu Þorgilsdóttur, Ingvari Sigurðssyni og Halldóru Geirharðsdóttur í aðalhlutverkum. Komin í kvikmyndahúsum land allt. Þú ert ekki út í kuldanum á bensinstöðum Shell. Njóttu blíðunar inni á meðan starfsmaður á plani tjekkar á olíu, rúðuvökva, rúðuþurrkum og fyllir á tankinn en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell. Fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá Easy-mannum og peningavellun. Skráning á miði.is. Allt getur gerst í enska boltanum. Það eru 170 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. Tippaðu fyrir klokkan 1 í dag, 1x2. Við tippum. Oktoberfest í skemmtigarðinum Smáralind, föstudagskvöld. Lasertagmót, 6 í liði. Skemmtigarðurinn, Smáralind og Pepsi. Intersport er tróðfull af nýjum vörum. Allt fyrir aktífa sál. Intersport Bílsöða, Selfossi og Akureyri. Alvöru sport. Spennan magnast. Því milljónirnar eru hreinlega í bunkum í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni.
Túborg kynnir Nikur, útgáfutónleikar í kvöld. Túborg og Bar 11 verði ykkur á góðu. Krakkastöðin fylgir með áskrift af Stöð 3. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smeltu þér inn á stöð3.is og þú færð fyrsta mánuðin frítt með. Ísland kýpur í beinni og 5 Carlsberg í fötu á 1500 kall. Players, Búðakór Kópavogi. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Þetta Steinar hér með lagið Up. The Rock. Já, The Rock, þetta verða gríðarlega vinsælt hér á Íslandi. Þetta fínasta lag hér á ferð. Þeir eru að hlusta á 2 harða hér á FM 957 og það komið að trailerakeppnin okkar. Og ég verð að viðurkenna að ég eiginlega bara nett stressaður. Ekki stressaður fyrir að tapa fyrir þér, heldur bara að þetta verði mjög vont. Já, óþægilegt. Ég er stressaður. Veistu hvað ég er stressaður? Okay. Ég vil ekki tapa, ég vil vinna. I wanna win. I'm in it to win it. Winning is my fuel. Og ég vann síðustu trailerkeppni. Þannig að, þú veist... Og það voru spennu trailerar. Það var spennu trailerar þá. Já. Og núna er romantík. Já. Romance. Ég var á undan síðastan og þú ert á undan núna. Ok. Það er bara þannig. Og viltu eitthvað... Já, við áttum að búið til romantískan trailer. Já. Svona, já, þetta var að romantíks bíómynd. Og fólk að þar sinna hringinn og kjósa og fyrstur upp í 5 er Victorious, eða ekki? Það hringir svo í 511-0957 og... Þetta er svo stressandi. En er eitthvað sem þú ert að útskýra með þína bíómynd? Áður þú sett trailerinn þitt í gang? Þetta er bara útvarstrailer eins og þessi að vera auglýsa fyrir bíó. Já. Og, ok, á ég það bara að hendis í gang? Gerðu þetta í gang. Ok, hér er trailerinn hans Gils í trailerakeppni hjá 2 hörðum. In a city full of hatred and love, Detective John Tremblant is in love for the first time. I love you, baby, but I'm a cop, and a damn fine cop. I gotta keep the streets safe. When the streets are safe, we'll get married. Hey, John, I heard you were in love, lover boy. It's Mr. Tremblant to you, you piece of shit. His enemies try to destroy his love. If you take my love away, I'll take your cocaine away, you miserable son of a bitch. Boss, Tremblant just blew up the entire cocaine factory. He did what? He blew 3 tons of cocaine. You shouldn't have threatened his love, sir. Fuck you, cop. You have the right to remain ugly and silent. John Tremblant had trouble mixing police work with love. Hey, baby, are you gonna come home for dinner? I can't, baby. Why? I gotta save the fucking day. Hey, cop, I heard you were in love. What a wimp. I promise you one thing, you toxic waste of life. You'll never be in love, because you're gonna be dead. You can't arrest me. You're just a fucking cop. Who the hell do you think you are? He thinks he's a Gilsenegger. Gilsenegger is a pussy. John Tremblant is a damn fine cop who's in love. Minn almáttur. Býtu, hvað með þig og John Tremblant? Þetta var bara alveg trailer og síðast. Það var að basta einhverja kókainstendingu og... Hann er alltaf lögga. Já, þeim þú breytti bara tónlist undir. Þetta var bara sami trailer. Jú. Þetta nú er hann lögga in love. Og svo er það Rambo is a pussy. Það er ekki gilð, þú veist að stela úr öðrum bíómyndum. Það er bara sko, ef það væri dómnefnd, ég myndi hendur sig fyrir dómnefnd. Málið er, þetta er bara sami trailer. Ég ákvað að vinna með John Tremblant. Hver fjandan með John Tremblant? Hann er a damn fine cop. Já, þetta var líka alltaf sama. He's a damn fine cop. Þetta var svo steikt bæður. En, næja, þetta var trailerinn hans Egils. John Tremblant. Og var þetta rómantísk bíómynd? Já, þetta er hann er in love. Ok, mín er sko... Hér kemur minn trailer og hann er á íslensku. Ég ætla að vera með íslenska bíómynda þessu sinni og hérna og þetta er romantísk mynd sem að er samt sko að fer svo út í svona smá drama í lokinu. Nú? Já, ég er pínur stressað fyrir þessu sem hérna kemur trailerinn minn. Smárabíó kynnir. Þau áttu ekkert sameiginlegt.
Herri, ég bara svona gaman að hundum og elska að ferðast og bara vera með skemmtilegu fólki. Hann átti fáa vini. Gerst út í kvöld, Kitty? Nei, ég skil það. Jú, menn verða að baða sig. Hún lifði fyrir vinnuna sína. Hvað skýrslan sem þú áttur að klára? Við vinnum til 9. Já, við vinnum til 12 þess þarf. En hún átti hund sem þurfti að viðra. Wow, flottur hundur sem þú átt. Takk. Hvað heitir hann? Gilsi. Hann gerir ekkert annað en að skýta og slefa. Hvað heitir þú? Kitty. Það var ást við fyrstu sýn, en bara hjá Kitta. Hvert er þetta að fara? Vinnuna. Þessi tilviljun. Ég líka. Gaman að hitta þig. Hvernig sé ég aftur? Það veit ég ekki. Þetta er Kitty. Hvað er þetta að gera akkurat núna? Ég er ennþá að vinna. Ég hef búin að biðja að hætta að hringja eitthvað. En Kitty gafst ekki upp. Sá þetta hátta þig. Kíkta þessu út. Ha? Sýndur þú þarna með kleinuríki og kíki ógeðið? Byrjaðu saman. Drepur Kittana. Á Kitty barnið. Eltir hellirinn. Sýnd í Smárabíó. Hörðu, þau ekki að lægi með þig? Já, meltir hellirinn. Það var eitthvað sálfræði trilli. Nei, þetta var rómantík. Já, þau var ástöngin þetta fyrst. Hörru, séðan bara komið ykkur stólkar og þetta voru hryllingsmyndinir eftir það. Var þetta ekki á rómantíka? Kitty var bara ástöngin en ekki hún. Og þú ætti að setja John Trambolin sem að damn fine cop. Já, John Trambolin var hann að damn good cop fyrir 2 vikur síðan líka. Hann ennþá að damn good cop, hann bara ástöngin. Já, ég var með eitthvað alveg nýtt núna. En þetta er ykkar höndum kæru hlustundur, það er 511-0957 og við skulum opna hér fyrir síman sjá hvað fólk hefur að segja. FM, góðan daginn. Mér fannst Egils betri. Takk, Egils komin í 1-0. John Trambolin, 1-0. Takk fyrir að ringja. Takk kærlega. Já, takk. Ok, bye. John Trambolin is FM, góðan daginn. Hvað okkur svarast þetta ekki hérna? FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hver var þitt atkvæði? Gils. Hvað er Gilsinn þitt? Þú sökkar. Já, ég veit að ég var að hlusta að hann var ekkert spesmaður. Það er 2-0. Já, ég veit að. Detective John Trambolin taking the lead. Takk meistari, þú tvílíkum meistari. Það er 2-0 FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. He's a damn fine cop. Damn fine cop. Ég er að fara að skýta Detective John Trambolin. 3-0, takk meistari. Takk fyrir að ringja. Ég vann allavega söngakeppnina í síðustu viku, ég get tökka með það. FM, góðan daginn. Hæ. Hæ, hvað eru? Allt í. Nei, ekki, ég heyri það á Tress. Hvað er að gera? Ég er bara í bílnum. Bara í bílnum? Já, takk fyrir það. Æsilegt. Hvor trailinu fannst þið betri? Butti. Hanna þekki, ég komin á blað, maður. Eltir hellirinn. Já. Sálfræði trillirinn. Takk fyrir að ringja. Já, bye. Ok, bye. Já, sko, þessar stelpur kunna meta alveg romantíska gammyndir. Ég fekk stelpu atkvæði fyrst, sko. Já, sorry, glemdi. FM, góðan daginn. Halló. Detective John Trambolin. Eltir hellirinn. Halló. Hæ. Sætliti. John Trambolin. Oh yeah, John Trambolin. Það kom með að 4-1. Þú ætti hægt að minna John Trambolin. Það var alveg illa þreyttur bara. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvor trailin fannst þið betri? Herri, ég verð eiginlega að gefa auðvitað þetta. Anna, þekki ég þig. 4-2. Trailerinn sjálfur er betri á honum, en ég man svona frekar til að sjá hérna. Mér finnst eiginlega auðvitað minn svolítið bara creepy. Þú kikir á, þú gefur mér aðkvæði en ferð á John Trambolin. Algjörlega. Ok, takk fyrir. Bye. Jæja, ég er búinn að bjarga andlinu. 5-2 er alveg fínt. FM. Góðan daginn. Hvað segir þið, meistari? Ég flakkar auðvitað bara. Það ekki? Má horfa leikinu eftir? Já, já. Hvernig fer þetta? Þetta fer 2-1. 2-1? Það er mjög líklegt. Við erum alveg til í það. En hvor traileri fannst þið betri eins og þér? Herðu, ég verð að segja að John Trambolin stefni í nokkra myndir. Yeah, Detective John Trambolin. 5-2. Takk fyrir að ringja þér. Veistu hvað það gleður mig, blöð? Já, veistu að þú áttur þetta skili af því að þú varst svo, ég sá þú var svo leiður síðastur og sást að ég var betri söngur en þú. Ég er bara að vinna trailerkjarnum til þessari röð. Hver vinnur comedy trailerkjarnum? Það er John Trambolin og hann er comedian. Herru, þú ætlar að hafa grínmynd næst. John Trambolin getur hætti í police work og farið í comedy. Þú getur ekki verið með John Trambolin í þriðja sinn næsta föstudag. Hann var, John Trambolin was a cop. Já, svo var hann aftur núna, a fine damn cop. Hvað er hann það næst? Now he's a
damn fine comedian. Og þá var hann bara orðin að comedian. Hvað hann að vinna við stand-up þá? Yeah, on the side. Hann að busta kókaíversmiður og síðan hann að comedian líka. Ég verð að þakka þessum tveim stúlkum fyrir að ringja inn og gefa mér þess atkvæð því að, sko, eldirhellinu var ekki góður. John Tremblay orðin bara, hann bara orðin vinsæll. Á ég að vera alveg hreinskilinn Egill? Já. Þú hefði fengið mitt atkvæð. Ó, takk fyrir það. Mikið meistari. Já, hér, við þurfum að vera fer í þessu. Hér kemur hins vegar Sæli Mærus eins og Sveppi kallar hana. Always want you. Við erum að hlusta á tvo harða styttist í Arnar Gunnlaugshorni. Það hér eftir örskama stund. Styttist líka í landsleikinn og það búið að staðfesta byrjunarliðin og byrjunarliðið óbreytt. Blöð. Eiður Smári byrjar inn. Mér finnst þess að ég ætla að koma með eina fyrirspundina. Nú vann ég trailerikeppnina. Ég tekki John Tremblay vann aftur. Mér finnst að sigurtrailerin eða spilaðar aftur er bara svona, virðingavottu við mig sem ég vann. Jú, spila aftur. Og eftir eða hvað? Eftir? Nei, kannski lók þáttar. Ok, takk. Liðið sem sagt óbreytt frá það síðast og það er svolítið skrítið að markahæsti leikmaður Hollands, hann er á bekknum. Já, sem alltaf, hann alltaf er ágættur í fótbolta, Alfred Finn Borgarsson. En hins vegar markahæsti leikmaður íslenska landsliðs sem fór upp að byrja inn á. Og við erum með Ædíku Johnson sem setti hjólhest fyrir vítateig í vinkilinn í ennsku deildinni. Það var eitthvað inn í teig. Þetta er tveir ágættir gæjar í fótbolta, sko. Já, hann að, bæði betra, segi ég. En þetta er luxusvandamál. Já. Að geta verið með Ædíku Johnson og Finn Borgarsson hana. Já, ég var að spá í Egill, manstu náttúrulega síðasta föstudag þá voru að keppa í söng. Mundur þú kaupa jólaplötuna mína ef ég myndi gefa út jólaplötu fyrir jólun? Nei. Sem sagt, öll uppárs jólalögi mín sungin af mér. Nei. Mundur ekki taka það? Þú mætti frekar kúka á mig. Ég myndi fá einhvern góðan og píjón á með mér eða eitthvað. Nei, það myndi ekki hjálpa það neitt, sko. Akkur? Akkur þetta er píjón á að bjarga þig. Já, góðan gítar eða eitthvað. Nei. Þannig að þú myndir ekki styrkja þinn, þú myndir sjá jólaplötuna mína. Jólaplöta blöð? Þú með eitthvað jólasunni hófa framann á síkert eitthvað jólalög? 10 jólalög. Það þarf þá að autotúna þig alveg í drast, sko. Nei. Það verður að gera það. Það þarf ekki, það er svo létt að syngja svona jólalög. Og plús, ég er bara að segja þetta við margu oftu, þú munt aldrei höndla tónlistarlífið og óregluna sem fylgir því. Ekki fara að taka upp Hvað heldur að sé ykkur óregla að syngja ykkur 10 jólalögun á plötu? Hvað er að því? En þú ætla að túra síðan. Það hringdi á Blöndósi, hörru, Blöð, getur komað að syngja lög? Já, auðvitað, ég er að fara bara á Blöndós, dauða drukkin að syngja jólalög, því ég höndla ekki tónlistarbransan. Hvað ertu eitthvað geðu ykkur? Sko vitlaus ég. Bara að segja, þetta er ekki fyrir þig. Þú ert mjög góður inn í radio, þú standaði mjög vel að hósta hana Iceland Got Talent og þetta stendur en ekki farið tónlistarbransan, it will bury you. Talandi Ísland Got Talent, þá hvet ég alla til þess að kíkja í, fjölbrautaskólan í Breiðholti. Já, þú ert að koma með frændaðan á morgun, ekki? Já, ég ætla að keppa síðan. Já, þannig að mæti klukkan 10 á morgun í fjölbrautaskólan í Breiðholti, það verður fram eftir degi og þeir sem komist ekki á morgun, þeir getur komið á sunnudaginn klukkan 10 í fjölbrautaskólan í Breiðholti og endilega verið með okkur í þessum. Sé okkur vonandi öll á morgun, við ætlum að fara hér í auglýsingar, svo er það Arnar Gunnlaugshorni. FM 957 skemmtigarður í Smáralind og Pepsi kynna. Oktoberfest-stemming á efri hæðinni í skemmtigarðinu Smáralind alla föstudaga í oktober. Stór bjór á 500 kall og keppni í tækjum garðsins með glæsilegum vinningum. Keppt verður í beerball, lasertag, mótorhjólum og hamri ásamt fúsballmóti. DJ heitir skífum alla föstudaga í oktober. Nánari upplýsingar á Facebook síðu skemmtigarðsins. Á Víriðstöðin, FM 957 skemmtigarður Smáralind og Pepsi. Það gengur á með milljónum í lottóinu og 5-faldur potturinn stefni í 45 milljónir. Leiðu þér smá lottó. Ísland kýpur í beinni og 5 Carlsberg í fötu á 1500 kall. Players, Búðakór Kópavogi. Frábært úrval á málningu og málningavöru. Nýttu þeir reynslu og þekkingu starfsmanna Bíkó. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Arnold Schwarzenegger, listen to me, these are my tortillas. Live Nation og skapandi viðburðir kynna Live and Kickin með Pablo Francisco í Hörpu 24. október. Take that, you nincompoop! Tryggðu þér miða á miði.is. Mucho tráfico! Geimstöðin opnar nýja verslun í Smáralind á morgun laugardag klukkan 11. Mættu tímanlega. Heill hellingur af opnunatilboðum. Geimstöðin Smáralind. Spilaðu meira, borgaðu minna. Er ekki lífið dásamlegt? Góð tilfinning að standa undir mánaðarlegri greiðslubyrði? En óvæntu útgjöldin? Þau detta nú inn á bestu bæjum. Þá er alltaf hægt að bjarga sér tímabundið. Smálán. Ekkert stórmál.
köldum októbermánuði Stöð 2 allt sem þú þarft. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2, margvalt skemmtilegri. Allt fyrir baksturinn og heimilistörfin fæst í Bíkó. Kíktu á okkur og skoðaðu úrvalið. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Skífan opna nýja verslun í Smáralind á morgun laugardag. Ótrúleg opnunartilboð. Skífan, heill heimur af afþreyingu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. 95 Blö hér á FM 957. Þetta er Bruno Mars með Locked Out of Heaven. Fínasta lag hér á ferð hjá þessum. Locked Out of Heaven. Þú verður alveg setja meira FM í þetta. Locked Out of Heaven. Locked Out of Heaven. En við viljum nú ekki að ræða Bruno Mars meira því að það er komið að því að tala allt annan snilling. Ég spyrði Egill, hvaða maður er sá maður sem allir menn vilja vera og alla konur vilja vera með? Hver er sá svalasti sem við þekkjum og er actually vinnur okkar? Arnar Gunnlaugsson! Þetta er komið að Arnar Gunnlaugshorninu sem hefur verið í smá pásu hér hjá okkur í FM 95 Blö en það er mætt aftur þennan föstudaginn því að við erum með, bara stórtíðindi. Já, það er óvægt að segja það. Ég ætla að viðurkenna bara fyrir hlustundum. Það var orðið ansi langt síðan ég fekk SMS frá Arnari Gunnlaugs og sem er synd því að hann er bara ekkert það mikið á landinu nú. Þetta er bestu SMS sem þú færð. Já, það er frá honum. Og hann er bara ekkert það mikið á landinu að, hann er mikið í LA. Já, eða Miami. Og getur ekkert verið að senda alltaf SMS til henni. Það hefur ekki tímið það? Nei, en við eina sem böggaði með að þú fékkst þetta SMS líka, sko. Hann sendið á okkur báða félaginu, sko. Já, og fleiri, hann sendi líka á Hjöbba og einhverja. Já. Það er alltaf leið. Verður bara þakkláttur fyrir að þú hafi verið í grúpunni, Blöð. Ég veit það, en... Það held líka fólki að lusta sem fekk ekkert SMS, sko. Frá Arnari Gunnlaugs í dag. Hann sendi þetta, ég fekk SMS-ið mitt klukkan 12:59. 12:58, ég fekk eindan. Ok, vilt þú lesa SMS-ið sem Arnari Gunnlaugs sendi í dag? Já, vá. Ég mæli með fólk að keyra að leggja bílunum og slaka á. Ég sverið upp á líf mitt að SMS-ið hljómaði nákvæmlega. Hér hefst lestur. Smá teitri á mér í kvöld. Geti komið heim og hort á leikinn eða eftir leikinn eða whatever. Bestu kveður, Gunnlaugsson. Sko, hann býður manni heim til sín en er samt drullið saman hvort maður mætir eða ekki. Já, það er whatever. Það stendur hérna hjá mér, smá teitri á mér í kvöld, getur komið heim og hort á leikinn eða eftir leikinn eða whatever. Þú veist, ef þú kemur ekki, hún er drullu saman. Það stendur, það er sem þetta whatever. Ef þú nennir. Ef þú nennir ekki, það er ekkert að fara að truppa. BKVaf, bestu kveðjur maður. Stytting á bestu kveðjur. Nú ætlum ég alltaf að segja BKVaf, Egill. Já, bestu kveðjur. BKVaf. Ég ætla líka að fara að vinna svolítið með whatever. Já. Ég ætla að, ef spyrja til dæmis, næstir ég spyrja hvort þú nennir í bíó eitthvað, ætla ég að segja og taka hérna Rush klukkan 10 eða whatever. Mér er drullu saman hvort þú kemur eða ekki. Ég ætla bara að fara að taka Arnar Gunnlaugs á þetta. Og hörðu, ertu bara að sjá en að Ísland var einsás í gær. Já, óskum Jóngunar til aðmikið með það, Nonni Tattoo. Og hann fagnaði vel í gær. Hann kann að fagna, hann drakk eitthvað 2 lítra vodka í gær. Ég er mjög ánægður með hann. Hann kann að vera einsás. Hörðu, og hérna málið er, og hvaða gæja, þú ert að halda eitthvað svona, þú ert einsás, það er opnunarpartíð eitthvað út með successful fyrirtæki, hvaða mann þarft að fá í opnununa eða í myndatökur? Leð mér að geska Arnar Gunnlaugs! Hann mætti. Já, hann mætti bæði í hádeginu og kvöldið. Og í eftirpartíð á Dolly. Og sko, þessi frakki sem hann mætti þannig í hádeginu. Já, við þurfum bara að fara yfir þetta núna. Hann sko mætir í hádeginu, í bíóið þarna og fæði sér lemon samloku og lemon juice. Já. Þá er hann í frakka með trefil og húu. Þetta er frakki sem ég myndi giska og hann kosti svona eitthvað á bilinu. Svona halva milljón. Já, svona 500-600 skall. Já. Og ég hef ekki séð svona svalan bara frakka síðan ég sá Batman á sínu tíma. Ég hef bara séð svona frakka áður. Þetta er bara... Ég sé ekki að vera til. Já, svo er hann með húu og svona inni. Þegar ég er með húu inni, það er allir að, takt að þér húuna. Það er Arnar Gunnlaugs sem er húu inni. Þú ert ekki svo trúður með þessa húu. Já, ég veit að ég er ekki Arnar Gunnlaugs, það er bara þannig. Og máli eru síðan seinni myndin, hann kvöldið þegar hann mættur á Dolly. Hörðu, þá er komin einhver 900 skón leður eitthvað.
ákvað að fara heim að skipta föt náttúrulega áður en hann mætti í partíið seinna kvöldi. Hann var ekkert í sama frakkanum. Nei. Ég er að horfa núna á myndina. Þessi mynd er inn á Vísi. Þið getur farið á lífið á Vísi. Hann situr þarna, stendur Davíð Þorláksson og Arnar Gunnlaugsson. Davíð Þorláksson er þetta toppmaður, en greiði drengurinn að þurfa að sitja á mynd með Arnari Gunnlaugs þarna, því hann er bara eins og eitthvað frostpinnu við hliðina á honum. Sérðu Arnar Gunnlaugs í þessum leiðjaka? Hann er í svona gallabuxum, sérðu, það er gat á buxunum, hann er með trefil inni, drullu sama, og sérðu þetta $1 million glott, maður! Og síðan að merka eitthvað armband hendina. Þú er svo trúður með þetta, sko. Já, ég myndi aldrei púla þetta, aldrei. Þetta er svo rosalegt. Og líka þessar gallabuxur, sko. Það lít út fyrir kannski, ok, það getur kostað bara 99 í rúmfattalegatum. Þetta eru kannski 120 gallabuxur, sko. Já, sko. Þetta gat er ekkert bara tilvíðum, sko. Þetta gat að setja þarna. Ég myndi ekkert fá tauga að fá alltaf að standa í D og G aftan á þessum buxunum, sko. Það er 100%. Já, það er bara pottið. Eina sem er leiðilegt fyrir okkur og aðra sem hafa áhuga á fashionu, fáum ekki að sjá skóna sem hann er í. Þeir eru pottið geðveikir. Ég myndi haldið að hann... Það er ljósmyndarskeitt, auðvitað að taka mynd af Arnar Gunnlaugs frá skóum og upp, sko. Já, sérðu, hann er alltaf tilbúinn. Sérðu, linsan er mætt. Þetta er eins og plaggat. Það er plaggat? Hann er eins og plaggat alltaf. Ég var til að sjá þetta. Með hendurna svona krosslaðar. What a man. Já, þetta er hann Arnar Gunnlaugs. Það er bara þannig, og þetta var Arnar Gunnlaugs hofnið þennan föstudaginn, og ég veit ekki með ykkur, kæra hlustundur, en okkur er búið í partí. David Guetta hér með She-Wolf á þessum föstu degi. She-Wolf. Allir í þvílíkum gír. Það er allir í þvílíkum gír. Það er þannig, þetta er bara þannig föstudagur, með rísa landsleiku framundan og bara gleði í mannskapnum einhvern veginn. Það er svoleiðis Blondell. Hvenær mætti þú til Gunnar Láksson? Hann sagði vel að allar að mæta fyrirleika, áleika, whatever, eftirleika, hún skýt saman hvernig. Ég reyndar þarf að sleppa Gunnar Láksson í kvöld. Þó að það sé synd. Það sleppa Gunnar Láksson í kvöld? Já, ég ætla á landsleikin, ég ætla að horfa á leikinn þar. Akkur að sleppa Gunnar Láksson í kvöld? Af því að ég er að fara í Ísland Got Talent allan morgundaginn. Og hvað með það? Þannig ég ætla bara að reyma rólegur. Er ekki lagi með þig það? Hvað? Arnar Gunnar Láksson hendir persónulega SMS-i á þig og býður þig í teiti, þá kemur. Skýt saman hvað það var að gera, sko. Já, ok. Hvað er ekki lagi með þig það? Ég kík, hvað ég var að fara að ræða það bara hérna í beinni. Þetta er bara, Arnar Gunnar Láksson hendir SMS á þig en að þú er búið henni teiti. Já, ég er enda samanlega því, maður lætur sjá sig. Já, það er eins gott, sko. Já, ég kem hérna og fæ mér smá Pepsi Max með ykkur. Þetta er bara svo Matthew McConaughey myndi henda SMS á, viltu kikið í partí í kvöldi gamli? Myndi ég langa í partí hjá Matthew McConaughey? Þetta er ekki nýst. Vá. Þú ert að fara í partí til Arnar Gunnar Láksson í kvöld? 100%. Og þó ég væri eftir bóka að fara til London, núna sendipartí, ég myndi cancela. Já, partíinu. Þú veit lætti líka Arnar Gunnar sem potið sáttu það og við séum að ræða það hérna í útvarpinu. Það eru kannski einhverja húti sem var ekki búið. Nei, en svo eru kannski einhverju sem var ekki búið. Ég hlakka til að koma og drekka alltaf þetta LA-vín. Hann er potið keift áfengið þar, sko. Það er svo vitt. Ég er að segja þér, Hvað heldur að segja eitthvað annað vín í LA heldur nú í Íslandi? Þeir bara drekka vodka og gin eins og við erum, sko. Það verður eitthvað fancy LA-vín. Það er ekki LA vín eiginlega, hættu þessu. Það er 100%. Hvað er LA vín? Bara eitthvað bleikt shampoo og eitthvað. Það er bara... Þetta sé bara með bleikan kristall. Kristall, kampaðistösku, sko það 200 kall flaskan. Það kemur ekki óvart. Nei, það kemur ekki óvart. Kemur ekki óvart til lappinn og Arnar Gunnar Láksson hella einu svona flösku yfir sig. 200 svona flösku. Já, hlæjandi bara. Já, skemmtileg hlæjandi. Alveg drullið saman. Brósið þess, hvítu tennur og... Þú segir svo bara whatever. Whatever. Já, það kemur ekkert óvart. Ég ætla ekki að reyna með leiðalögu blöðu. Ef þú mætir ekkert í Arnar Gunnar Láksson eftir, það er okkur mesta skita
sem ég hef ævinni vitað. Herru, ef við ekki bara ræða þetta svona milli laga. Nei, bara persónulega skoðun. Já, það er þín persónulega skoðun og hún er góð og gild hér í þessum þætti. Við ætlum að fá hér auglýsingar áður en við höldum áfram. Geimstöðin opnar nýja verslun í Smáralind á morgun laugardag klukkan 11. Mættu tímanlega. Heill hellingur af opnunatilboðum. Geimstöðin Smáralind. Spilaðu meira, borgaðu minna. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottin. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Mystery og Sena kynna Málmhaus. Ný íslensk kvikmynd eftir Ragnar Bragason með Þorbjörgu Helgu Þorgilsdóttur, Ingvari Sigurðssyni og Halldóru Geirharðsdóttur í aðalhlutverkum. Komin í kvikmyndahúsum land allt. Segjum tilbúðmannum stríð á hendur. Með ljúffengri blöndu af vítamínum, steinefnum og söltum. Be OK. Ávallt síðasti sopinn. Goes for goal! Sena og Geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá Esimannum og peningavellun. Skráning á miði.is. Skífan opnar nýja verslun í Smáralind á morgun laugardag. Ótrúleg opnunatilboð. Skífan, heill heimur af afþreyingu. Augnaráð geimverunar. Hókuspókus.is. Nú býst áskrifandum í Stöð 2 Vild 20% afsláttur af sérstökum flugfargjöldum hjá Flugfélagi Íslands. Bókunar- og ferðatímabil 2. til 16. október. Kynntu þér þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snilld. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Tveir harðir í FM 95 Blö. Alls ekki að þú talið dónalega mig. Þetta var Jason Derulo og Jason Derulo 2 Chainz með Talk Dirty to Me. Herðu, elsku Auðun Blöndal. Já, þetta var nú fallið þér. Get ég fengið stuðlagið mitt núna þegar fólk er að keyra undirbúið sig við landsleikinn og þetta lag verður að koma á fyrir leik. Já, leikurinn byrjar kortir í 7, eða ekki? Jó, hann er ekki að keyra 6, viltu ekki fá stuðlagið þá? Fólk er að keyra núna, Blö. Fólk er að keyra núna. Ég fólk að keyra alveg klukkutíma fyrir. Já, og þetta lag verður til þess að við verðum victorious í þessum leik. Ertu með stuðlag í dag? Já, ég er með stuðlag í dag. Það er okkur náðu því, takk. Push it, byrja á því. Push it. Segðu það push it real good. Push it real good. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today, he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscle Boy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Ready or not, here is DJ Muscle Boy. Ég verði alltaf pínu heimskarðir hlusta á hana trailerinn. Okkur. Það veit það ekki. Það er ekki fallega sagt. Það komið að stuðlaðinu þínu. Og við, málega, það er mjög mikilvægt að við vinnum leikinn, Auðun. Það sjálfsögum. Já. Og þannig að ég og hvað samin að þá. Ég ætla rétt að vona þess að ég ekki fara að hlusta á þetta í rútunni, strákarnir. Þeir eru að hlusta á þetta 100%, sko. Ég talaði við þá í dag, þeir eru allir að býða stuðlaðinu. Þannig að þetta mun peppa liðið upp fyrir sigur. Hvað ætlar að hendi núna? Getur þið skrifað Ricardo Edit Mix Ricardo Edit Mix Tina Turner. Tina Turner? Er eitthvað búin að eyðileggja lag frá henni núna? Já, King Ricardo er búin að ekki búin að eyðileggja, hann búin að gera gott lag betra. En málið er, þetta er 6 mínúna lag, sko. Já, glemdi því. Það er ekki 6 mínútur. Það er bara, I have to put my foot down hérna, sko. Ok, sko, eitt að play allavega. Simply the best, já, þetta er að koma að strákunum mikið í. Já, það er búið að stera Simply the best upp. King Ricardo gerði það.
Út af því að við erum simply the best. En okkur hafður ekki bara simply the best lagi eins og það er? Út af þetta er stöðulag. Ég ætla ekki að vera leiðilega, það byrja skelvilega. Það er ekki byrjað. Hvað er það? Ég er ekki hissað þetta síðan 6 mínútur. Mátt alveg spólinni frá mínútu, ég veit þú bara að missa það fljótt. Ég held sveimið á þetta sé versta útgáfa af lagið sem ég hist. Ég er ekki lagið með þig. Simply the best er geggjalag og það var góð hugmynd hjá að setja það til þess að peppa strákana. Þetta er helmingi betra en þetta lagið. Ég ætla að hvetja alla DJ-a sem er úti að spila þetta lag í kvöld eftir tökum svo kýburgæði og pökkuðu saman. Erum við að fara að vinna kýbur? Já, það ekki. Já, 100%. Og þetta lag verður öllum skemmtuðu borgarinnar í kvöld. Það er svoleiðis og akkur lækkar í. Þetta er komið gott. Áfram Ísland segir við þetta var stuðlagi hjá Gilsarón þennan. Það er 6 mínútur lag og spila einu og hálfa. Spila þetta í 6 mínútur, þetta er eins allir. En hörru, þú ert enda eftir að spila Sigur-trailerinn minn sem ég vann með hann. Já, ég skal spila hann áður fyrir mig. John Trampolin. Detective John Trampolin. Ekki kalla John Trampolin, John Trampolin. Kalla hann Detective John Trampolin. Til þreytari karatinu John Trampolin, ég spyr. Við förum nú að kveðja strákandir. Það er átkast með lagið Hey Up. Klukkan er 10 mínútur í 6. Klukkan er 10 mínútur í 6. Á FM. Ertu dóttinn í Herbygrákunum? Nei, ég er bara átti hér en að kenna þér FM tungumálið. Þú búin að vinna. Gleymir samt gleymir að segja á FM. Hér á FM. Já, nákvæmlega. Ég segi þetta best, Rikki. Hér á FM. Það er enginn sem segir þetta betur. Kannski Heiðar Ösmann. Áður við kveðjum þá er Egill Einarsson búinn að heimta að fá að heyra trailerinn sinna aftur. Hann vann trailerakeppnina í dag. Þessi mistu af þessu áðan og eru hlusta núna. Það var trailerakeppni okkur félagunum og það romantískt þema var trailerakeppnin í dag. Þetta er basically fyrir ykkur sem heyrðu trailerakeppnin okkar síðast. Þetta er bara sami trailer í honum en nú með annar lag undir. Þetta er bara ekki John Trampolin, Detective John Trampolin. Æja, tjekkum á þessu. In a city full of hatred and love, Detective John Trampolin is in love for the first time. I love you, baby, but I'm a cop, and a damn fine cop. I gotta keep the streets safe. When the streets are safe, we'll get married. Hey, John, I heard you were in love, lover boy. It's Mr. Trampolin to you, you piece of shit. His enemies try to destroy his love. If you take my love away, I'll take your cocaine away, you miserable son of a bitch. Boss, Trampolin just blew up the entire cocaine factory. He did what? He blew 3 tons of cocaine. You shouldn't have threatened his love, sir. Fuck you, cop. You have the right to remain ugly and silent. John Trampolin had trouble mixing police work with love. Hey, baby, are you gonna come home for dinner? I can't, baby. Why? I gotta save the fucking day. Hey, cop, I heard you were in love. What a wimp. I promise you one thing, you toxic waste of life. You'll never be in love, because you're gonna be dead. You can't arrest me. You're just a fucking cop. Who the hell do you think you are? He thinks he's a Gilsenegger. Gilsenegger is a pussy. John Trampolin is a damn fine cop who's in love. Ok, ég verði að veikina það. Hver lesum kvikmyndatrailera fyrir senu og svona, fyrst? Akkur ekki búin að ráða Sá gæjar að fara að missa vinnun á mándagum, sko. John Trampolin is a damn fine cop. Hvernig nærði þessu djúpa samt svona? John Trampolin is a damn fine cop. Vá, með okkur alla myndir sem að vera. En það er komið að lokum hér hjá okkur í dag. Eins og þið heyrið, kæru lusnir, þá er Rikki G mættur hingað í stúdíu og ætlar að taka við okkur og, já, talandur Rikki G, þú ert nú með pubquiz í kvöld á Home, eða ekki? Já, herðu, það er hérna landsleikurinn auðvitað, Ísland kýpur sem við erum að fara að rúlla yfir og hversu gott er að eftir sigurleika skella sér niður í 101. Þetta á svona eitt skemmtilegt fótbolta pubquiz, frábæri vinningar á Home. Málið er ekki, ég þarf að kíkja fyrst á Arnar Gunnlaugs, hann bauð mér persónulega í partí í dag, ég fekk SMS frá hann 12:58 í dag. Já, ég fekk líka en ég sagðist bara ekki komast. Fæst ekki SMS frá Arnar Gunnlaugs í dag. Ekki ljúga því að sé búið hendur Arnar Gunnlaugs. Við sjáum hvernig fólk er þar, Rikki, þú ert ekki þar. Ég get sýnt ykkur SMS-i, ég bara breyta einu. En málið er samt ekki að ég pældi hvað myndi að gera fyrir pubquizið þitt ef myndi hann að taka Arnar Gunnlaugs í pubquizið þitt? Já, ég veit ekki hversu vel, jú, hann myndi hins vegar. Arnar er góður. Við erum reynda með hérna sérstætt svona landslistema, hann geti verið sterkur þar. Já, pottið. En ég hvetur hendur alla til þess að kíkja á Rikka G á Home. Er þetta á fyrstu hæðinni eða annari? Þetta er á... Allavega þá er hann með pubquiz á fyrstu hæðinni á Home. Ég held samt að Mike Brown verði með sérstætt pubquiz upp á annar hæð. Já, það er svo allt annað mál. Tjekkið á Rikka, fáið ykkur, já, má Karlsberg og svariði spurningum íslenska landslið, en eins og ég sagði að það er komið að lokum í okkur. Egil, takk fyrir daginn. Takk fyrir daginn, Blöð. Takk hjálpa fyrir hlustunina, kæru hlustendur. Við heyrumst aftur á mánudaginn. Hafið það gott helgina og áfram Ísland. Áfram Ísland.
Geimstöðin opnar nýja verslun í Smáralind á morgun laugardag klukkan 11. Mættu tímanlega. Heill hellingur af opnunartilboðum. Geimstöðin Smáralind. Spilaðu meira, borgaðu minna. Carlsberg kynir magnaða opnunartónleika á Hendrix við Gullinbrú. Ultra mega teknobandi Stefán og Haffi Haff tróða upp á samt DJ Sigga Ultra. Mættu klukkan 11 því sjóarinn Haffi Haff og þokkafullu stúlkuður hans gefa þér ískalt Fisherman's og Carlsberg fyrir klukkan 1. Nánar á facebook.com/hendrix.is. Þú fær fyrir partíið og eftir partíið í 10.11, Hagkaup og N1. B.O.K. Ávallt síðasti sopinn. Maradona eða Pele? Send okkur SMS í 1909 eða farðu inn á 1909.is og við leggjum strax inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Samsung Tab 2 spjaldtölurnar eru nú komnar á frábært verð í Elko. Verð frá krónur 29.995. Elko, einfallega lægra verð. Mystery og Sena Kynna. Málmhaus. Ný íslensk kvikmynd eftir Ragnar Bragason. Með Þorbjörgu Helgu Þorgilsdóttur, Ingvari Sigurðssyni og Halldóru Geirharðsdóttur í aðalhlutverkum. Komin í kvikmyndahúsum land allt. Hókuspókus.is. Allt fyrir Halloween partíið. Hókuspókus.is. Áheyrnarprufunum fyrir Ísland gott talent lýkur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti á laugardag og sunnudag. Við leitum að fólki á öllum aldri, einstaklingum, pörum og hópum sem hafa einstaka hæfileika til að syngja, dansa, sína töfrabröð eða annað sem mun heilla þjóðina. Siguratriði hlýtur 10 milljónir króna í verðlaun. Nánar upplýsingar og skráning inn á stöð2.is/talent. Skífan opnar nýja verslun í Smáralind á morgun laugardag. Ótrúleg opnunartilboð. Skífan, heill heimur af afþreyingu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Just when they all